Það fyrir einstiks tap í framlengri leik á móti KR hér í kvöld. Hvað að gerast hjá þínum strákum? Hvað tapið þessum? Bara þessi hörkuleikur fram og tilbaka og já, þeir náðu að setja síðasta skoti niður af ekki. Nú er þetta, ég meina, þetta er eins tveggja körfuleikur í 38 mínútur eða 44 eða hvernig sem það var, skilur. Hvernig er að ná intensitíðin hjá leikmönnum til þess að díla við svona eftir agalegt tímabil í raun og veru? Það mann bara búinn að vera að bíða eftir úrslitakeppni og mann bara klárið þetta, þannig að þetta er svona síðustu leikir hafa verið þannig einhvern veginn að hann hafa beðið og hann gaman að komast inn í þetta en að það hindur svo tap. Þið gera mikið út af það að reyna að stoppa ykkar besta, ég meina ykkar mesta skorar allavega í Jordan í þessum leik. Já. Og tekst það kannski svona sæmilega, skilur, hvað voru þið viðbúnir þessu? Já, en kannski bara ekki nógu vel, sko. Við mátt verið aðeins, við þurfum að finna betri lausn hvað við ætlum að gera á móti þessu. Mér fannst við 80 hreyfa bolta vel en oft voru þau staðir og það er svona kannski stóra vandamáli í svona heilt yfir leiknum að ná ekki að leysa það betur. Þú og nokkrir leikmenn þínir í valsliðinu það voru lengi með KR og voru einhverjir hörðustu KR-ingar sem að til voru. Ég meina þau voru að vinna titla með hinu liðinu. Hvernig eru tilfinningar á bakvið svona leik, í svona leik? Það er alltaf einhverjum alltaf, en fyrst og fremst sjáum við bara mót þeirra sem við viljum komast í gegnum. Við erum að vera komin í úrslitakeppnina sem var eitt markmið og nú þurfum við að reyna að komast lengra áfram og reyna að slá þennan mótið og taka eitt leik inn og við náðum ekki sigur í dag. Við þurfum að þjappa okkur saman og gera betur og taka leikinn miðvikudaginn. Leikurinn á miðvikudaginn, við þurfum að búast af valsliðinu í þeim leik? Bara áfram sama, vonandi að nýta ákveðna hluti betur og við þurfum bara klárir að finna leiði til að ná í sigur. Frábært, takk.